Veislan heldur áfram. Það Hjarðartún eins og áður segir sem stendur við eystri Rangá. Það reka hjónin Kristín Heimisdóttir og Bjarni Elvar Pétursson metnaðarfullur rektornum ásamt talningarstöð. Að nefni því samanstendur rektorinn af hrossum frá Hjarðartúni, rektorinn af Óskari Eyjólfssyni og hrossum frá eystra Flóðholti. Í Hjarðartúni er stefnt að því að vera með 10 hryssur í ræktun og eru lögð áhersla á femíníska ræktunarstefnu. Það er ofuráhersla lögð á það að rækta einungis undan úrvalshryssur, þar sem sterkur móðurleikur stendur að. Og er ræktunarmarkmið hússins að rækta geðgóð, framfalleg, fóta og hross með mikið þars og fótaburð og þá er einnig lögð mikil áhersla á get og gangtegundum ásamt vinnu, gleði og þjálfun, hvort sem er að ræða alhliða eða klámhross. Og hér koma þeir inn á völli 5 framtíðar ræktunarhryssur frá Hjarðartúni. Gjörðu svo vel. Hér á völlum fara fyrir flokknum er brún hryssa, það er Ísey frá Ragnhildarstöðum, Settína Helguður Björnsdóttur og Sara frá Stóra Vatnsgarði, Settína Hans Þór Hilmarsinni. Nú svo koma þær hér 3 fyrir aftan og það er Garun frá eystra Flóðholti sem er næst áhorfendum, hana situr Elvar Þorvarsson. Og svo er það Dagmar frá Hjarðartúni sem er Settína Klöru Sveinbjörnsdóttur og svo rissan í niðrið af þessum 3 að það er Daggrós frá Hjarðartúni, Settína Arnhildi Helgadóttur. Já, hér eru 5 framtíðar ræktunarhryssur. Hér fyrir hópnum er Sara og Stóra Vatnsgarði. Hún er undan hestaköllinu Ruggu og Stóra Vatnsgarði og faðir hennar er Orri í Þúfu. En þessi hryssa er búin að vera að ég vilja ekki að 2 ár í ræktunum en ekki eftir það og stefni hann að gera þarna á flugvinni í sumar sem er hér. Nafni er eigandi Hans Þór Hilmarsson. Já, Hans Þór stundar talningar í Hjarðartúni ásamt Arnhildi Helgadóttur sem er hér líka og Klöru Sveinbjörnsdóttur. Og Nadja Sara það lengur glemt að hafa verið í Flóðholtsleik en ef við kynnum hana hrissuna sem Arnhildur Siggu sem fylgir hér í huga eftir Söru og það er Daggrós frá Hjarðartúni sem er brúna lít 8 ára glöfur, hefur glöfið 830 aðaleiknum, 822 fyrir sköpul og 833 fyrir hæfileika og það er 9 fyrir törn. Og hún er undan heiðursvöðlarhrissunni Dögg frá Breiðholti og er Daggrós næstbesta afkvæmi móður sinnar. Faðir hennar er Gleymur frá Flekkudal og það er að ákveða það að Daggrós hún fyrir undir barðan á Laugarbökknum. Svo tökum við hér Rauðjarnarhrissu sem að Sara Sveinbjörnsdóttir situr. Þetta er yngsta hrissan í þessum hópi og fór í fyrra í dóm þá einungis 4 ára gömul og þetta fyrir hæfileika 832, fyrir sköpul á 811 og í aðalleikum 824 og var nú 3. hestafta hrissan þar árið í 4 ára flokki. Móðir hennar er heiðursvöðlarhrissan Tandra frá Reykjavík og faðir hennar er Dagur frá Hjarðartúni sem er einnig undan Dögg frá Breiðholti. Það er nokkuð að Dagmar hún fyrir undir Ón frá Kvistgilsvík. Ef við höldum áfram og færum okkur nú í hana Ísey frá Ragnhildarstöðum sem á Helga Auna situr og kemur hér eftir í Brekkubrautinni að þetta er 65 hryssa sem fór í dóm í fyrra alltaf 500 gömul og þetta er sköpul 826 fyrir hæfileika 838. Það er meðan 9 fyrir törn, stökk, brokk, hví og geðslag og 9,5 fyrir þegar leik. Hún er undan Hund frá Ragnhildarstöðum og Stíg frá Skógarstöðum. Það er nálega það að Ísey fyrir undir Blakk frá Þingvalla. Og svo er það Garun frá eystra Flóðholti sem að Elvar Þorvarsson situr og kemur hér aftur fram fyrir áhörna og brekkur legin.
Hún undan glímu frá Bakkakoti þegar þekktu Hryssu og Stála frá Kjarri. Hún hefur hlotið í aðalinn 8.48 og þar á meðal 9.5 fyrir Skeið og 9 fyrir Vilja. Hún nú þegar búin að eiga eitt afkvæmi, eða fyrsta afkvæmi hennar allt svo komið í Tamníku í haust, það er Prins frá Hjallatúni, sem glæsilegur stórhustur sem verður spennandi að fylgjast með í sumar og Garan fer undir dag frá Hjallatúni. Þetta er ekki dónalega reglum eins og eiga og hér haldið þétt á snúðunum og þegar búið ákveða að leggja niður spilin fyrir sumar. Það bara þannig. Og við erum þetta allt fyrir fram á það. Kannski voru þetta trúnaðarinn sem. Það er sem búin að uppljóstra þetta allt saman. En glæsilegar hryssur og framtíðin björn á þessu ræktunarbúi Hjallatúni sem er nú í eigu nýrra eigenda sem eru að stíga sín fyrstu skref í húsaræktinni og þau byrja á réttum enda, það eru alvöru hryssur. Þannig að það verður gaman að fylgjast með þeim framtíðinni, þessi spurning. Já, þetta kemur Ísey frá Ragnheiðarstöðum, Stór og Ræsir með Hrissa, Skýsdóttir undan Hrund frá Ragnheiðarstöðum og Helga Björnsdóttir ekki landi á henni. Já, svo það Hans Þór Hilmarsson á henni Söru frá Stóra Vatnsgarði, Hestagull undan Lukku frá Stóra Vatnsgarði og Orra frá Flúu. Það tekið inn í vetur eftir að hafa verið gælt og kemur hér fram og unnir á sig. Sara frá Stóra Vatnsgarði. Og þá það Daggrós frá Hjallatúni og Arnhildur Helgadóttir, það ég, undan Líf frá Flekkudal og Dögg frá Breiðholti. Svo eigum við von á að fá næst yngstu hryssuna í hópnum, Dagmar frá Hjallatúni, undan Pöltri frá Reykjavík og Dag frá Hjallatúni. Einungis 5 vetra gömul fór í flottadómi fyrir þá 4 vetra. Svo það Glíma frá Bakkakoti og Elvar Þormarsson. Það ég. Glæsilega framtíðar reglurhryssur hjá þeim Kristínu Heimisdóttur og Bjarna Elvari Péturssyni í Hjallatúni. Við erum forvitin og óstöðvandi. Við erum öll fædd fjórhjóladrifin, svo vöxum við úr grasi og við breytumst. En sálin verður alltaf fjórhjóladrifin. Jeep Grand Cherokee fáanlegur með 33 eða 35 tómu breytingu. Alvöru jeppi, alvöru fjórhjóladrif. Ísband, Mosfellsbæ.